Jólasveinar.is kynna með stolti jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Skjóða, hvort á ég að syngja svona Jólasveinar gangum gól eða svona Jólasveinar gangum gól. Það fer eftir held ég við hvaða tilefni. Ef þú syngir jólaballi, þá held ég að þetta vera Jólasveinar gangum gól. En ef þú ert til dæmis að bursta tennurnar, þá ættir að vera bara Jólasveinar gangum gól. Já, kæri vinir, góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í jóladagatal Hurðaskellis og Skjóðu. Í dag ætlum við að gera eitt ótrúlega skemmtilegt. Skjóða, við erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt. Það alveg rétt, við erum líka svo skemmtileg. Í dag 13. desember og þau ætla að föndra jólasvein. Heyrðu, við ætlum að búa til ótrúlega flott jólaskraut sem svona jólasveinn með stórt nef, svona úr gömlum sokkum. Úr gömlum sokkum? Já, þannig að við tökum bara svona svarta sokka. Já. Hvað vilt þú? Ég ætla að fá svarta sokkinn. Já, þennan. Og svo byrjum við bara á því að fylla sokkinn af hrísgrjónum. Þetta nú skemmtilegt. Fyllun af hrísgrjónum. Já, ekki fylla hann alveg, bara svona fylla botninn á hann. Ó, þetta sniðugt hjá þér. Ég hjálpa þér. Þetta bara ná teginni svona. Nei, hann tegður hér, seti. Þarna, já. Á ég að hjálpa þér núna? Já. Já, takk. Svona, komið fram. Það alltaf mikið á mér. Herðu, þá hellum við bara aðeins tilbaka. En ég held við þurfum að hella aftur. Já, hellum bara aðeins tilbaka. Teygirnar. Teygirnar á húð. Þetta var bara eina teygju. Það taka svarta. Það skiptir samt ekki máli. Ég ætlum að taka bláa, það skiptir samt ekki máli. Settur tvöfaldan. Ég seti þrefaldan. Þú ert nú alveg sko, þú ert nú með þrefaldan með snúning. Já. Þú geta sko að vera með þrefaldan líka. Snill. Já, þetta nú fallegt jólaskraut. Þetta bara gamall sokkur með smá hrísgrjónum. Bíddu bara. Nú, já. Þegar við höldum áfram að setja hrísgrjón, getur þú hent ofan í að mér? Já. Tilbúin. Nú. Ég sé ekki neitt. Já, flott. Við verðum að gera svona aðra svona kúlu svona ofan á sig. Þetta á að vera svona. Já, þetta á að vera svona kúlu. Já, ég veit það. Svona! Þetta nú flott jólaskraut. Bíddu bara, við erum bara rétt að byrja. Þetta ennþá bara sokkur með hrísgrjónum. Já! Nú ætlum við að klippa toppinn af sokknum. Alveg þarna efst. Já, bara burtu með restina af sokknum. Það var bara að búa til eitthvað annað jólaskraut úr þessu. Já, þetta greinilega eins og jólasveinapokki með teigi og svona svartur. Þetta var þetta. Já, gæti verið það, en við erum samt ekki alveg búin enn. Áður en við förum í næsta skref, þá skulum við loka samt aðeins fyrir toppinn. Það eru hrísgrjón að detta þessi út úr hjá mér og ég vil ekki þetta skemmist, þannig að setjum smá límbyssulím svona til svona... Hérna ofan í? Já, til að loka aðeins fyrir. Maður verður aðeins að passa sig á því þetta er svolítið heitt. Já. Passa að brenna ekki? Já. Maður þarf að fara rosalega varlega, Skjóða. Já. Annars, sér, nú fóð ég ekki varlega. Og getur bara Já, komið. Og setja hér. Já. Og smá hjá þér. Bara varlega. Okkur koma svona sprengja. Veit ekki. Og svona. Ok, ég er tilbúin. Mjög flott. Leiðum þessu þá bara að þarna. Já. Þá ætlum við að gera húfuna. Já! Við tökum bara svona grænt efni og teiknum svona eins og við værum að gera sól í hornið á blaðinu okkar, eins og við erum að gera skemmtilega teikningu. Já, og teiknum svona sól í hornið. Svona sól í hornið. Já. Stóra sól í hornið. Já, stór þessi hún er rauð og rosa heitt, sko, það er bara tennur í þessi fandi mitt. Já, en við ætlum ekki að gera svona geisla frá sólinni. Þetta er svona eyru.
Já, þetta svona svakalegi geislar, sko. Þetta er svipað á Tenerife, þetta frændi minn býr, sko. Hann alltaf, sólin þar svo sterk að það alveg svakalegi svona spennar á henni. En það? Já. Sólin á Tenerife með spenna? Já, það svona, þú veist, hvað þetta heitir, sólstafir, sólstöngir, sól, eitthvað, alls konar sól bara. Ég skil. Þá var þetta svona. Já, má ég gera svona líka? Já, þú líka að gera svona. Ég er búin að klippa mitt. Ég er búin að klippa mitt líka. Frábært. Heyrðu, nú ætlum við þá að líma húfuna á pokann saman. Líma saman. En við límum bara hér, sérðu. Svo límum við svona. Gerum eina rönd, bara og límum saman svona, sérðu. Já. En maður verður að passa sig rosalega að brenna ekki á sig puttana í þetta, sko. Það er best að fá bara ái! Gott. Það verður best að fá hjálp bara frá einhverjum fullorðnum. Og þú límir saman, svona alveg eins og ég. Já. Býttu, þinn er smá skakkur. Já, ég klippti aðeins skaftskjóð, en það var nú ekki mikið. Það var smá skaft. Já, það er allt í lagi. Það verður bara svolítið skemmtilega í laginu. Veistu, ég held að það sé sniðugt að byrja að líma smá efst og fara alla leiðina niður til þess að forðast að þetta sé skakt. Það var bara pínu skakt hjá mér. Já, getur ekki límt toppinn samt? Jú, ég er með rosalega límhæfileika. Límhæfileika? Já, kallinn er búinn að vera að líma alveg síðan frá unga aldri. Ég man svo þegar ég fæddist þá byrjaði ég strax að líma. Já. Manstu þegar þú fæddist? Já, ég man það, sko, ég límdi. Mamma er alltaf að segja mig hvað ég límdi, maður. Ég er alltaf að líma, sko. Þegar þú fæddist? Já, þarna rétt á eftir. Já, ég var kannski orðið 50 ára eða eitthvað þegar ég var að byrja það var bara stutt eftir ég fæddist. Það er reyndar, ég var að passa það að brenna þig. Það límdist við! Svo límum við hattinn á. Líma. Líma. En þið verða að passa ykkur þegar að nota svona límbyssu að hafa einhvern fullorðinn með ykkur því að það er rosalega vont að brenna sig á henni. Ertu tilbúin í næsta skref? Já. Nú ætlum við nefnilega að vinna smá úr þessu hvíta gagni. Ég ætla að gefa þér smá svona spotta. Smá eitt svona laufléttan. Já. Á meðan að ég rúlla öllu þessu saman. Margar hringir kringum hendina mér. Hvað er það mikið? Það er cirka... Já, ég veit það bara ekki. Ef ég vissi hvað það var að gera. Það kemur í ljós. Vasaljós. Það kemur í vasaljós. Settum við hérna benditinn í gegnum öll myndbönd. Þessi? Já. Og binda hnút. Tvöfaldan hnút eða eitthvað. Viltu bindisnút? Nei! Við erum ekki að fara eitthvað í jakkafötum eða eitthvað svoleiðis. Svona tvöfaldur svakarhnútur. Og svo þegar við erum búin að binda svona efst, þá klippum við sundur hérna niðri. Þá er það svona. Og þá búum við til alveg eins fyrir þig. Þetta er svona eins og, þetta getur verið svona yfirvartef. Þetta er Já, góðan daginn. Góðan daginn, velkomin í jóladagatalið og skjóður. Ég er listmálari. Ég er skjóður listmálari. Þetta er skemmtilegt. En þetta er einmitt skegg. Nú? Já, nú ætlum við að líma skeggið framan á hérna fyrir neðan hattinn. Svona. Framan á? Láta þetta allt svona beint niður. Við ætlum að nota svona lítil krek fyrir nef. En það er líka hægt að nota perlur eða bara hvað sem mann dettur í hug. Já, betur hvar á nefið að vera? Nú, fyrir ofan skeggið, sjá hérna. Svona getur maður líka gert það, svona út. Sjáu þið hvað eru sætir. Sko, af því ég klippti skakt, Já. þá hérna var smá beigla efst. Þannig að ég bara beiglaði hann aðeins meira og þá var hann bara svona, hey, yo, today, Mér finnst hann ótrúlega flottur með svona skakt. Mér finnst að maður geti gert bara alls konar. Með alls konar litar húður og alls konar nef og alls konar bara. Þetta var nú svakalega skemmtilegt, skjóða. Þetta var það. Við þökkum fyrir í dag. Við kveðja hurðarskellir og leiðindaskjóða. Þessir eru sko aldeilis sætir með stærðarinnar nef og húfuna lengst niður í augu. Ó, já, krakkar, ég er með skilaboð til ykkar frá Stúfi. Hann biður ykkur að vera stillt og þæg því að í nótt ætlar hann að gefa í skóinn og hann langar ekki að gefa neinar kartöflur í ár. Sjáumst á morgun!